Heil og sæl. Í dag ætlum við að ræða geðheilbrigðismál og velta því svolítið upp hvort að það sé bara hreinlega ein leið fyrir alla eða hvort að við þurfum að nenna að setjast niður og eiga samtal það að manneskjan margbreytileg og það þurfi ekki allir það sama og það hentar ekki það sama fyrir alla sem að glíma við geðkvilla eða geðraskanir ýmiss konar. Og til þess að ræða þetta, ég ætla ekki að hafa innganginn eitt lengri, til þess að ræða þetta hef ég fengið mikið reynslubolta, það er óhætt að segja það, í þessum málum, Auði Axelsdóttur, iðjuþjálfa og hugaraflskonu. Vertu velkomin, Auður. Takk fyrir að koma norður og spjalla þér. Takk fyrir að bjóða mér. Bara í byrjun, ég veit að þetta eru margir sem að þekkja þig og kannast við þig úr þessu málaflokki. En svona fyrir þá sem að kannski koma alveg blautir á baku eyrun að skjánum og vita ekki hver það ert, viltu segja okkur aðeins frá bara því hvernig það þróaðist að þú fórst út í þessa vinnu og að vinna með geðsjúkum og svona bara frá upphafi og þangað til núna í kannski stuttu máli. Langar að segja pínlitla sögu að því ég er alin upp inn á Reykjalundi og ég svona var forréttindabarn því ég fekk að skottast þar inni frá því ég stóð í lappirnar. Og var örugglega með svona 100 barnapíur af öllum stærðum og gerðum og það var alltaf geðdeild á Reykjalundi, þannig að ég kynntist þessu faktist mjög fljótt. Bara ólstuffið að ólstuffið bæði, þú veist, alls konar raskanir og alls konar bata og tækifæri sem fólk fékk. Þannig að þegar ég fyrir svona hugsa úti og Reykjalundi var á þessum tíma, ég hugsa alltaf það mjög rómantískan hátt vegna þess að þarna hafði fólk hlutverk, það var borin virðing fyrir öllum og Oddur Ólafsson og Haukur Þórðarson sem að byggðu þetta upp á þeim tíma, þeir sýndu fólki mikla nánd, umhyggju og persónlega nálgun, voru ofsalega góðir við alla og fengu allir tækifæri. Og ég held að þetta hafi svona verið pínu veganesti inn í það sem ég er að gera í dag vegna þess að þegar ég fer síðan og læri iðjuþjálfun þá kynnist ég geðsviðinu aðeins meira, heitlaðist af því og fæ síðan starf sem iðjuþjálfi 94 leið og ég kemur námi inn á bráðageðdeildum og er að vinna þar í 4 ár og fann og reynda strax að ramminn þar, hann hendaði mér ekkert rosalega vel. Þú veist, og mér langaði að vera nálgast fólk og mér langaði að átta mig á veikindunum, akkur þess að segja þetta, akkur þess að gera svona. Þetta var rosalega mikil reynsla af því hvernig eru bráða veikindi, hvernig nær fólk bata og svona. Og ég sá líka hvað líkaði mér við innan spítalans og hvað ekki. Þú veist, þannig að þetta var ómetanleg byrjun í raun. Margir halda að iðjuþjálfar séu mjög flinkir í handverki, ég hef aldrei verið það og ég get það ekki. Þannig að ég fekk strax að vinna upp á geðdeildum og gat þess vegna nálgast fólk mjög hratt. Og það voru alls konar mýtur, bæði í náminu og þarna að fagfólk mætti ekki, þú veist, mætti ekki vera of persónlegt, mátti ekki fara inn í geðrof til dæmis. Nú veit ég það í dag að það er bara bull og vitleysa. Og svo þegar ég er búin að vera þarna í ákveðin tíma þá langar mig að fara nær samfélaginu. Mér langaði að vita hvað yrði fólk út í samfélaginu, fór að vinna á Hvítabandinu, vann síðan hjá Geðhjálp í smá tíma og alltaf þokast lengra og lengra. Og þegar ég er búin að fara þessa vegferð þá langaði mig að vinna meira með fjölskyldum, mér langaði að sinna eftirfylgd og mér langaði að vinna með notendum, mjög náið, fólki með reynslu. Og þannig að ég fór með hugmynd upp í ráðuneytið og sagði, mér langar að gera svona og svona, mér langar að sinna þessu. Og ég fekk það samþykkt bara einu sumri, bara 1, 2 og bingo. Og þeir sagði, já, við viljum það. Það er bara þessi hugmynd hefur ekki keypt strax. Ja, akkurat, og ég var að hugsa ég vil vinna eftir bata hugmyndafræði, ég vil vinna eftir valdeflingu. Og í nánu samstarfi við alla skjólstæðinga sem ég sinni. Ég er málsvari þess að kerfið okkar verður að vera þannig að fólk hafi fjölbreytileika, það hafi val, það má ekki stoppa það má ekki vera of mikið af flöskuhálsum. Og mér finnst það pínulítið vera að gerast í dag, eða kannski ekki pínulítið, það er ekki rétt orð, mér finnst við faktist ekki alveg á réttri leið í dag. Mér finnst við vera að gefa of stuttan tíma í endurhæfingu. Við erum að búa til svolítið stór og mögnuð kerfi sem er erfitt að leita til. Þú veist, það eru alls konar flöskuhálsar. Það er mikill frumskógur og þú þarft að passa inn í það. Í stað þess að kerfið á auðvitað að passa þér. Það er
mjög mikilvægt. Og þú átt að geta leitað bara, hvernig er þetta? Já, nei, þetta hendur, og svo þeir þanga. En kerfið segir stundum, ef þú gerir ekki svona, þá útskrifum við þig. Og þá getur ekki verið lengur hér. Og ég er líka forstöðumaður geðteymis sem er vistað innan heilsugæslunnar og við störfum mjög náið með hugaraflinu, þannig að þegar fólk kemur til okkur, þá getur það hitt fagfólk en það getur líka hitt fólk með reynslu. Og það er rosalega dýrmætt. Og ég met fagþekkingu og þekkingu einstakling sem þekkir geðröskun, ég met hana til jafns. Af því að það skiptir rosalega miklu máli að vita hvernig var þetta, hvað hjálpaði þér og hvers vegna. Já, manneskja sem hefur lifað með einhverju og náðu að komast fyrir ofan sjúkdóminn. Akkurat. Hún hefur á svo miklu að miðla. Og fagmaðurinn hefur fullt, hann er búinn að lesa eitthvað og læra eitthvað og hefur fullt. En það er ekki alveg nóg. Ég vil að fólki sé mætt á mjög persónlegan hátt. Að þetta sé samvinna. Ég er ekki að vinna fyrir fólk heldur með fólki. Og mér finnst þau pínulítið vera að fjarlægjast þetta. Eins og þjóð veit að þá hugarafl búið að baksa svolítið undanfarið en við vorum svo heppin að félagsmálaráðuneytið skildi þetta og skildi þörfina fyrir að hafa opið úrræði. Af því að það eru margir einstaklingar sem eiga erfitt með að leita sér hjálpar og ef að kerfin okkar eru of stór eða of köld eða taka ekki nóg fljótt utanum, ef þú þarft að bíða rosalega lengi, þá getum við mist fólk til dæmis. Og þess vegna sá félagsmálaráðuneytið mikilvægi þess að hafa opið úrræði þar sem fólk má leita á eigin forsendum. Það er mjög sjaldgæft. Já, það er það. Og það er mjög sjaldgæft að þú getur fengið endurhæfingu á þeim forsendum. Það eru til önnur opin úrræði, skilurðu, hérna í grasrótinni. En það er endurhæfing í dag, hún er svolítið lokuð. Þú þarft að fylla upp í ákveðið og þú þarft að hafa tilvísun og alls konar. Já, bara svo fara að Reykjalund og allt það, það getur tekið ykkur á mánuði og allt svoleiðis. Og auðvitað er það gott að blessa en ég vil líka að fólk geti líka sótt sjálft. Af því að leið og þú færð frumkvæði, að þá er mikilvægt að þér sé mætt. Og þér sé mætt sem einstaklingi, ekki sem sjúklingi. Og þetta sá félagsmálaráðuneytið að væri mikilvægt og við erum að grípa hóp sem er á gráu svæði. Og geðteymi mitt sem er innan heilsugæslunnar og er búið að vera þar í 15 ár, það vinnur mjög náið með hugarafli og okkur finnst þetta mjög flott konsept og þess vegna var fjárfest í því á sínum tíma. En núna er verið að leggja teymi mitt niður og í raun og veru verið að leggja mig niður líka. Þannig að það er svona veruleikinn minn í dag og þá hugsa ég, ok, ég er búin að vera brautryðjandi, ég er búin að vera rödd líka, ég er búin að segja skoðun mína, ég meiri segja fæ stundum beiðni, getur ekki talað um þetta. Ég tala um lyfin og opna mig opinberlega og svona að mér finnst bara alveg ágætlega, skilur ekki með neitt ruðninga eða neitt. Og þetta er ekki nógu vinsælt í dag. Nei. Er þetta vesen? Þetta er vesen og þetta gerir kannski það að verkum að einhverjir þurfa að líta í eigin barm og hugsa, býtu, erum við ekki að gera nógu vel eða hvað er hún að segja og hvað, við förum eiginlega bara í vörn yfir þessu og það finnst mér mjög leitt vegna þess að við getum alltaf lagað, bætt og gert betur til þess að mæta okkar fólki. Ef við viljum það ekki, þá erum við í vanda. Þá kannski förum við svo litið aftur á bak. Af því að bata hugmyndafræði og bata möguleikar þeir byggja á allri þessari flóru að þú getir sótt það sem þú þarft á hverjum tíma þegar þú þarft það. Og líka það að þú hlýtur og þessu fagaðil inn í svona og við það að vinna inn í þessu kerfi að vera alltaf á tánum gagnvart bara því að tíðarandinn breytist og það kemur fram ný þekking á sjúkdómum, geðsjúkdómum og geðröskunum og menn öðrast nýja þekking og sýn á ástæður þess til dæmis að fólk veikist, skilurðu, og bara hvað er þess valdandi og það er verið að rannsaka það mikið eins og bara, þú veist, bara til dæmis varðandi áföll og veikindi seinna meir og allt þetta, að þá hlýtur að þýða það að fólk verður bara að gjöra svolítið að nenna að vera á tánum. Að vera alltaf til þess að endurskoða hluti og hugsa á, heyrðu þetta eru sannlega og viðurkenna að einhverju hlutir séu kannski bara úreldir og þeir séu bara jafnvel á misskilningi byggðir.
Og líka það að þora að mæta það er vesen, sko, það er já, það er vesen og það þarf tíma, það þarf umburðarlyndi, það þarf að geta verið með fólki þegar það gengur í gegnum alla sínar, öll sín bakslög, alla sigra og þú veist, þetta getur gengið svona, fyrst svo minnka bakslögin smá saman og fólk nær bata og fer aftur út í samfélagið. Og það þýðir alltaf líka það að þið þurfa að vera mikið með fólkinu. Alltaf. Og veita tækifæri og vera fyrirmyndir og vinna með, eins og ég sagði áðan. Og þegar sko ég var að lesa daginn skýrslu Sameinuðu þjóðanna geðheilbrigðismál, það geðlæknir sem gerir hana og svona að velta fyrir sig, hvar eru við stödd í dag? Og hann raun og veru að segja, þjónustan okkar ekki alveg að virka. Það fjölgar öryrkjum, það fjölgar veikindum, það fjölgar geðgreiningum. Og lyfin eru notuð meir og meir og meir. Eigum við ekki að stokka þetta eitthvað upp? Og þetta erum við búin að vita svolítið lengi. Og þannig að það sem ég hef verið málsvari fyrir, hann segir, það það sem við þurfum. Við þurfum opið aðgengi, við þurfum að mæta fólki þegar það leitar þjónustu og bráðageðdeildin tekur bara lítinn part af því að því hún getur ekki sinnt nema bráða. En það eru samt fullt af fólki sem þarf þjónustu strax. Og það er fólki sem líður mjög illa og aðstandendur og það þarf einhver að grípa það og það er hluti af því sem ég hef verið að vinna við. Og það er líka þá náttúrulega geðdeildunum en raunum kannski bara ætlað að hlúa fólki til svona slysadeildir taugakerfisins, skilurðu. Og svo heldur lífið áfram. Fólk er ætlað svona bara að grípa fólk til að byrja með og þá verður að vera náttúrulega eitthvað þannig að þegar fólk kemur út, þetta heyri ég nú oft í prestarinu, svo kemur fólk út á geðdeild og það er ekki neitt sem tekur við þegar að manneskjan er rétt að byrja bara fyrstu skrefin sín í bata. Þetta er svona eins og þú missir ástvin, þú ert í sorg og það þarf náttúrulega að fylgja mannesku eftir með sálgæslu og eiga samtal við hana. Því sorgin er bara rétt að byrja eftir að manneskjan er dáin. Og akkurat. Og ég hef mikla áhyggjur af því sko líka, sko hann er líka að segja í þessar skýrslu og það er líka mín reynsla að notum öðruvísi nálgun. Heldur en að setja allir í sama boxið og segja þeim að þeir séu með sjúkdómi sem aldrei læknast eins og þú komst inn á það. Af því það er bull. Við vitum að það er hægt að ná sér, en þú þarft ákveðna aðstæðu til þess. Og ég hef búin að kynna mér mjög mikið og er að fara að læra meira, ég er að fara að þjálfa Open Dialogue sem heitir opið samtal, sem að Finnar hafa þróað í 30 ár, þar sem þeir setjast niður með fólki og reyna að ná því í fyrsta geðrofi. Þeir setjast niður með öllu tengsla í netinu og manneskinu sem er líka í geðrofi, þó hún sýni jafnvel hegðun sem að okkur líður ekkert rosalega vel með. Auður, það skýt í henni, kannski getur útskýrt í örfáum orðum fyrir fólki í raun og veru hvað það er sem gerir þegar fólk er í geðrofi. Já, það er oftast er það sko, það er stundum orðað sem eðlileg viðbrögð við óeðlilegum aðstæðum. Við getum faktist öll lent í geðrofi ef að eitthvað verður of mikið fyrir okkur. Jafnvel áfall, slys sem verðum vitna af, eitthvað sem er of mikið, þá getum við farið í geðrof af því hugurinn bara ræður ekki við þetta. Og hvað einkennir manneskjunnar sem er í geðrofi? Hún missir raunveruleikatengsl og veit ekki alveg hver hún er og hvar umhverfið er og það koma ranghugmyndir og ýmislegt. En við getum öll komist í gegnum geðrof. Og þessi nálgun sem ég er að tala með Open Dialogue, hún sýnir 82% árangur af ef þú nærð fólk í fyrsta geðrofi. Að fólk fer bara út í samfélagið á ný og þeir reyna að nota eins lítið af lyfjum og hægt er og helst ekki. Ég hef svolítið verið að prófa mig áfram með þetta, líka í persónulega lífinu með nánum aðstandanda og það virkaði, þú veist. Og ég vil fá að vinna meira með þetta og ég vil líka fá að vinna meira með andlegt hjartanhnoð sem Daniel Fisser, góðvinur minn og geðlæknir, er að þjálfa okkur upp í líka, okkur huguraflsmenn. Og við erum reyndar 3 þjálfarar búnir að fara í gegnum það og það byggir bara á því sem við erum að tala nánd í gegnum hjartað. Ég er alveg viss að þú notar það oft. Bara með því að vera með fólki og styðja það í sásaukanum. Ég vil finna sásaukan með viðkomandi. Líða með því, nákvæmlega. Þú gerir þetta örugglega. En þetta þýðir að við þurfum að stíga út úr fasta rammanum. En mér langar að bæta því við að Daniel Fisser er að koma til okkar, hann kemur mjög oft og hefur hjálpað okkur, bæði hugarafsfólki og samfélaginu okkar, að innlima bata hugmyndafræði, því hann veiktist sjálfur sem ungu maður, hann er 72 ára í dag, veiktist á geðklofa og náði sér fullkomlega búin að fara út allan heim til þess að kynna sinn bata og hann segir alltaf, viljið muna, ég er bara einn af mörgum.
bara einn af mörgum. Þessu náttúrulega grípa þetta, ég var einmitt að fara að segja við þig, þannig að fólk sem eru að horfa hugsi ekki eða misskilið ekki okkar samtal hérna þannig að þú sért bara kona sem er bara með þessu hugmyndafræði og einmitt og sért bara móti því að það sé verið að gefa allir þessi líf og eitthvað svona því fólk getur verið fljótt að einhvern veginn álykta slíkt. Það er ekki það sem þú ert að segja. Nei, og ég hef oft fengið... Þú ert ekki á móti geðlyfjum? Nei, alls ekki. Nei. Og ég veit að sumir nota þau með góðum árangur og ég sé það. Og ég faktist einu sinni sjálfur sett á geðlyf að ég fór í þunglyndi eitt sumar. Ég er ekkert viss að það hafi rétt hins vegar en hins vegar, það var gert. Og kvíðalyf líka. Og þau eru oft notuð með ágætis árangri. En þau eru á mínu mati notuð of mikið, of lengi. Ég myndi helst vilja í hvers skipti sem við notum þau, þá notum við þau með það fyrir augum að það sé tímabundi. Það sé meðan við erum að komast niður og ná valdinu aftur ef það er mikil óstjórn og finna hvaða leið ætla ég að fara í mínum bata. Og kerfið okkar, ég tala náttúrulega kerfið, þá ég er að meina svona heildarpakkan skilurðu, félags- og heilbrigðiskerfi. Þú veist, það það sem að reyna að mæta fólki með geðraskanir og svo eru auðvitað margir aðilar eins og prestar til dæmis sem hjálpa mjög mörgum. Þannig að þetta er mjög vítt. En ég er svolítið að gagnrýna það sem að verður of þungt, það sem verður of, hvað ég var að segja, ómanneskjulegt. Og ég held að ástæðan fyrir því að við gerum svona, við viljum ekki gefa svona nægan tíma. Það til dæmis eitt. Það held ég að sé rosalega mikilvægt, stórt atriði þarna. Það það að það má ekki gefa neinu tíma. Og við lifum svo rosalega lausnamiðum heimi. En föttum ekki, það er hægt að leysa, margar hluti, fljótt og vel. En geðraskanir er eitt af því sem verður aldrei leyst bara 1, 2 og 3 og við verðum bara að viðurkenna. Það er eiginlega, þó að sorgin sé ekki sjúkdómur, en sé ekki geðsjúkdómur, þá á þetta samt sameiginlegt, sorgin og geðsjúkdómar því leyti, þetta er ekki eitthvað sem er bara leyst. Nei. Og stundum erum við auðvitað eins og að því hún nefnir sorgina, þá erum við stundum að skilgreina. Í nýju greiningakerfi þá erum við að skilgreina sorg eins og sjúkdóm. Ef sorgin ef hún er meira en 2 vikur, þá erum við fann að tala um sjúkdóm. Akkurat, já. Og það er náttúrulega engin glóri því. Við þurfum sum 2-3 ár til þess að jafna okkur eftir eitthvað eða meira. Þannig að tölum tilfinningar, tölum áföll og veitum fólki þá aðstoð sem það þarf, ekki það sem við höldum. Að allir þurfa að fara í gegnum. Og þess vegna er ég mjög hugsi yfir því að hugarafl þurfa að berjast eins og það þarf að gera af því það búið að sýna gríðarlegan árangur og þarna kemur fólk og nær gríðarlegum bata, unga fólki kemur til okkar, vill vera þarna og það er dýrmætasti hópurinn. Segðu mér aðeins frá bara svona degi bara í hugarafli, hvernig getur hann verið? Við erum með held ég 60 virkni stundir á viku sem að þú getur nýttir að þú ert að vinna í hugarafli. Og þegar þú kemur í hugarafl þá ferði pínlítið svona nýliðaferli og þarft aðeins að kynna þér til rólegheitum. Og síðan getur þú farið að skoða hvað stendur með til boða. Þú getur farið í alls konar umræðuhópa, þú getur farið í námskeið hjá Telmu sem kemur frá Drekaslóð, þú getur farið í sjálfstyrkingarnámskeið, þú getur farið í jóga, þú getur farið í viðtal hjá fagmanni sem er í teyminu mínu, en þú getur líka hitt hugaraflsmann sem þekkir geðræn veikindi á eigin skinni. Og þú getur valið alls konar og þú getur líka sem ungmenni, þá getur þú farið inn í unghugahópin okkar og þú getur farið og lært alls konar kvikmynda, hvað heitir svona, heimildagerð og kvikmyndatökur og tónlist, þú veist, alls konar þannig virkni. Þannig að þarna getur þú farið fyrir hæfileika þína til að virka það. Og þetta er bullandi sköpun og þetta er auðvitað vinnustaður af því þú ert að vinna í því að ná bata. Það er bara merkilegast að vinna í heimi, finnst mér. Og það er áskorun og það er áskorun að vinna eftir valdeflingu ef þú ætlar að gera það. Þá þarftu að horfa svolítið inn á við og hugsa, ok, hvað á ég að gera? Það er ekki einhver sem kemur og segir mér bara þú átt að gera svona, heldur ég þarf að finna út úr því smá tíma. Og ég líka þetta að þú ert ekki fórnarlamb lífsins þó þú fáir þennan sjúkdóm. Þú ert vissulega búin að fá stórt verkefni í hendurnar og í fangið, en leið og þú verður að skilgreina þig sem fórnarlamb að þá gefur eftir öll þín völd og alla þína sjálfstjórn og þá ert ekki lengur þarna til þess að vinna með getu þína vegna þess að þú hefur alveg fullt þó þú sért veikur. Veikindin hér, svo eru alveg fullt af einhverjum köflum í þér sem eru annað. Og það er mjög mikilvægur punktur og þegar þú kemur í hugarafl þá bara hefst oft á tíðum bara mjög mikil sjálfsvinna og valdeflingarvinna.
sem byggir á því og farir í gegnum þetta allt saman. Hvað er það sem ég er að berjast við og hvað get ég gert við því? Og svo sé ég alls konar fólk í kringum mig sem hefur náð bata og það rosalega gott fyrir mig að fá það. Já, það er þarna í hugarafli. Já, og þú tilheyrir líka. Það er eitt af því mikilvægast í þessu öllu. Að tilheyra samfélagi sem er gefandi og býður þið velkomin. Og við fáum ofta að heyra það að það er svo gott að koma til ykkar. Þó það sé leið og við fyrir að tala valdeflingu, þá verður stundum, þá verður sumir hræddir, býtu á ég að sjá um þetta? Á ekki að lækna mig? Já, allar ekki bara búið til prógram og ég kem, en það virkar ekki, það er okkar reynsla. Viðkomandi verður svona að finna þetta með okkur og þú getur verið í hugarafli eins lengi og þarft og það er gríðarlega mikilvægur póstur og þú getur líka leitað sjálfur. Þannig að ég hef eiginlega aldrei skilið af hverju við erum ekki stækkuð rosalega mikið af því að það er auðvelt að sækja til okkar og við erum auðvitað eftirspurnin er gríðarleg, líka hjá teiminu mínu. Ég er með mjög flott fagfólk í kringum mig sem og eins og ég sagði þér áðan, þá er verið að leggja þetta teimi niður og ég er mjög ósátt við það og ég skil það ekki. Mér finnst það að vera afturför og mér finnst það í raun og veru að vera vanhæfni kerfisins, í þessu tilfelli vanhæfni heilsugæslunnar að halda ekki þetta módel sem búið að virka í 15 ár. Hvað er þetta? Er það vegna þess að forstöðumaður teymisins er of opinn og tjáir sig of mikið? Eða hvað er þetta? Og það er ekki eins og samtal það, skilur mig. Þannig að það bara svona þessu fljóðlega. Og það gengur auðvitað ekki og ég er hrædd að það geti verið afturför vegna þess að við erum að sinna gríðarlega hvað ég að segja, ég vil helst ekki segja að þeir sem koma til okkar eru oft búin að vera að berjast mjög lengi, passa ekki inn annars staðar og þurfa langan tíma og þeir eru mikla hjálp. Svo kemur kannski bakslag sem þýðir jafnvel sjálfsvíshætta og þá þurfum við að halda enn frekar utanum og vísa fólki inn á spítalan eða eitthvað slíkt og taka svo við aftur. Og þessi sveigjanleiki, þú finnur hann ekki mjög víða. Ég hugsa frekar þú ert að tala um þetta, ekki bara sem manneski sem er sjálf glímt við kvíðaröskun og lifir með geðkvilla, heldur líka bara sem prestur. Þá hugsa ég bara, þetta þyrfti að vera öllum landshlutum, að vísu er grófin svona svipað og hugaraflsafurð og hefur gefið góða raun hér á Akureyri. En ég meina, þú veist, við erum endalaust að hlusta á frásagnir og bara nóg að opna fjölmiðla. Fólk sem er snúið tilbaka, til dæmis á geðdeildum eða af geðdeildum, jafnvel þó að það sé talað að sé sjálfsvíshættu, það er ekki til staðar, þetta er bara ákveðin fjöldi sem kemst þarna inn og eitthvað svona. Og ég veit það er ekki mannvonsku sem það gerist, það er eitthvað, kerfið er bara svona. Þannig að Já, og ég vinn líka mikið með fjölskyldum, af því fjölskyldan er rosalega dýrmætur partur í þessu og eins og ég sagði þér áðan að þá jafnvel þegar manneskir í geðrofi þá er hægt að styðja fjölskylduna við að finna leiðir og hvernig styðjum við og hvað gerum við og allt þetta. Og það kemur auðvitað oftast upp að það er ekki bara manneskja sem er í geðrofi sem er að fást við eitthvað, það er allt netið. Og leið og umræðan opnast að þá er svo margt sem að lagast. Og þetta er ekki gert nóg, það er ekki unnið nóg með fjölskyldum. Þannig að ég velti fyrir mér, þegar ég var að kanna þetta, þetta var að renna fyrir mér í vor svona að hvernig staða væri hjá mér, að þetta væri svona að nálgast það að ætti að leggja mitt teymi niður. Þannig að ég fór að tala við svona mína ráðgjafa og það var einn sem sagði við mig, Auður, ef þetta snýst hugmyndafræði sem það gerir að einhverju leyti, þá sparka menn frekar í manneskjuna heldur en í boltann. Og ég sagði, já, ok. Það er væntanlega vegna þess að fólk vill ekki taka hennar díalóg, það vill ekki taka díalógin er hugmyndafræðin sem þú ert að nota, er hún ágæt eða ekki? Og ef hún er góð, hvað hefur þá að gera? Þú veist, ég hef til dæmis aldrei fengið að vita það að ég hafi ekki verið fagleg eða ekki unnið faglega vinnu, ég fæ faktist akkurat öfugt. Ég fæ alltaf að vita það að ég sé mjög góður fagmaður, fyrir að maður sé fálkaorðinu. Fyrir það. Þannig að þú veist, það er svo, og þess vegna hef ég áhyggjur. Af hverju viljum við ekki þessa hugmyndafræði? Hvað er það? Að hún tekur tíma. Hún tekur tíma og þú þarft ég þarf stundum að berjast með fólkinu mínu, með aðstandendum, með notandanum sem er að berjast við eitthvað, kerfi, lækni, eitthvað allt annað, tryggingastofnun eða guð maður þetta hvað. Og sumir finnst það óþægilegt ef við komum með málsvara með sér
þú veist að því að ég hef ekkert annað hlutverk heldur en að vera með og styðja viðkomandi í að ná réttindum og aðstandendur líka því að aðstandendur eiga til dæmis mjög erfitt með að berjast fyrir sínum réttindum. Já, algjörlega. Af því að þeir eru oftast mjög beygðir. Já. Og ég er búin að sinna aðstandendahópi í 15 ár eða lengur og það byggir oft á því að fólk er bara svona aðeins, það er svo mikil sársauki oft. Það þarf nefnilega að styrkja og valdefla aðstandendur eiginlega alveg því jafnsvið. Já, þannig ég hef líka fengið bágt fyrir það. Ég hef líka fengið bágt fyrir að standa með fólki og það er bara gengur ekki upp. Því að ef við ætlum að vinna eftir valdeflingu, þá þurfum við að þora og það þarf kjark mikinn ráðherra til þess að segja, heyrðu, þetta gerum við og þetta verðum við að gera. Og ég var í Noregi daginn í Tromsø, þar var ráðherra og sem sagði, heyrðu, ég vil hafa lyfjalausa deild inn á mínum spítala. Og hún er búin að starfa í 8 mánuði, þannig að þar er komin valmöguleiki. Þú getur farið þar inn ef þú vilt reyna að komast í gegnum veikindi þín án lyfja eða ef þú vilt hætta. Og þess vegna segi ég, við þurfum kjarkmikinn, og nú erum við náttúrulega að fara inn í þetta stóra tímabil sko, og það þarf kjarkmikinn ráðherra sem vill laga kerfið, af því það er ekki nóg að fá einhverja góðar hugmyndir og rembast við að koma þeim inn. Það verður að vera þarna uppi sem sagt er, svona ætlum við að hafa þetta. Og það er faktist búið að gefa út stefnumótun, geðheilbrigðismála til næstu 4 ára, sem mitt teymi er eins og sniðið inn í þá stefnumótun og faktist unnið að hluta til út frá mínu teymi, en samt mitt teymi lagt niður. Þannig að og við erum bara 300.000, en það eru allt og margir sem að kveðja á Íslandi á ári hverju úr geðsjúkdómum. Og við höfum allt tæki í höndum og allar aðstæður og fjármuni og allt og þekkingu og allt nákvæmlega til þess að laga þetta. Ég segi bara lokum við þig, Auður Axelsdóttir, ef það væri sko ekki siðferðilega rangt að klóna fólk, þá myndi ég leggja það til að þú yrði klónu og komið fyrir landsfjórðungi. En nú bara bið ég og ég vona að stjórnmálamenn grípi boltan sem að hafa hort á þetta viðtal vegna þess að nú er tækifæri og látum okkur manneskjur varða alltaf og gefum þeim tíma og tíma. Takk fyrir komuna, Auður. Takk fyrir. Og við kveðjum hérna í dag og sjáumst aftur í næstu viku.